Hér ég sest niður með Hugrúnu Elísdóttur sem hefur alltaf búið hér í Grundarfirði. Hvernig finnst þér íþróttaaðstaðan? Í dag er íþróttaaðstaðan góð með við hvað hún var. Við höfum fínan fótboltavöll, við höfum ágæta sundlaug, við höfum ágæta golfvöll. Við höfum alveg þokkalegt íþróttahús, þótt að það mætti alveg vera stærra. Við höfum allt til alls en það má laga ýmislegt. Það mætti alveg vera sundlaug sem væri innisundlaug, þar sem væri hægt að fara í sund allt árið. Það væri alveg hægt að stækka íþróttahúsið. Það er frekar lítið. Fótboltavöllurinn er fínn, það vantar kannski betri íþróttaaðstöðu fyrir þá sem stunda frjálsar. Það vantar nýja skíðalyftu og kannski vantar aðstöðu fyrir svona aðrar íþróttagreinar en kannski höfum við ekki bara nógu marga sem að stunda aðrar íþróttagreinar svo við sem að fara í einhverja framkvæmdir að gera aðstöðu fyrir það. Það veit ég ekki, það bara kemur í ljós. Hvað myndir þú allra helst vilja sjá breytast? Heyrðu, eins og ég bara sagði áðan, ég var til í fá stærri íþróttahús og innisundlaug. Ég held að það geti gert mjög gott fyrir bæjarfélagið að fá innisundlaug. Þá geti, að því að sund er svo hentug íþrótt fyrir svo marga, unga sem aldna. Að því ég er golfari, þá var ég til í að golfvöllurinn yrði flottur, ennþá flottur en hann er mjög flottur. Það er einmitt svo íþróttagrein sem að fólk getur stundað líka, alveg fram eftir aldri. Eins og ég sagði þá fyrst mér, það vantar skíðalyftu og skíðalyftu sem að væri á svæði sem að er snjór á veturnar, sem er ekki þar sem hún er staðsett núna. Og hún þarf ekki endilega verið í Grundarfirði, þótt að það væri best. Það þarf að klára íþróttavöllinn sjálfan, þessa hlaupabrautina, þótt að fótboltavöllin er fín. Það vantar að klára umgjörðina. Það er það sem ég sé að þurfa að gera. Hefur eitthvað breyst hérna í Grundarfirði? Já, það hefur margt breyst síðan ég var lítil stelpa. Það var nú komið sundlaug. Það var ekki golfvöllur, en það var skíðalyfta sem var bara frábært. Þegar við erum í skólanum, þá var hátíðishlé, þá fórum við á skíði. En við fórum á skíðum í skólanum. Fótboltavöllurinn var malarvöllur sem ég held að enginn myndi láta bjóða sér í dag. Núna er komið grasvöllur, þannig að svona það hefur breyst, en það var sundlaug. Sundlaugin kemur 77 held ég, annars var engin sundlaug hérna. En þá fóru krakkarnir annað í sund. Þannig að þessar helstu íþróttagreinar sem flestir sunda er í góðum málum, en það má alltaf bæta og laga. Takk fyrir. Takk sömuleiðis.